Þessi nýji ID.7 Volkswagen, hann ansi huggulegur í útliti og heldur betur flottur bíl. Hérna myndi ég segja að við værum komið með keppinaut við Tesla Model Y. Þetta bíl sem tæpir 5 metrar að lengd. Þetta næstu eins og amerísku drekarnir í gamla daga. Hann kemur á 19 tommu felgum og getur fengið á hann 20 tommu. Þið sjáið skemmtilega hönnun bílsins hérna, setupið hérna undir. Þetta skemmtilega lína í þessu bíl, mjög falleg lína. En hann að koma með 77 kWh rafhlöðu og á henni hann að fara svona cirka 600 km, 615 kannski. Síðan hann það miðað við 100% í samkvæmt Waffelli-P-staðlinum. En Volkswagen mælir með því að við séum að hlaða hann upp í 80% og þá erum við kannski að komast svona 480 km og svo má draga það niður einhver prósent vegna hitastigs. En 77 kWh rafhlöðu og ég veit að það að koma bíl með 86 kWh rafhlöðu á næstunni og hann kemur líka sem GTX þessi bíl eftir skamman tíma. Hér höfum við 590 lítra skott. Þetta hérna ansi stórt, þessi skott hlíf hérna. En það að setja niður sætin hérna 60-40 og það líka hægt að opna svona litla skíðalúgu hérna í miðjunni ef þú vilt setja skíði eða eitthvað svona sem þú þarft að fara með í lengri kantinum. Hérna hægt að dýpka skottplásið aðeins með því að taka þessa hérna hlíf í burtu og það meira að geyma það hérna undir. Ef þú leggur sætin alveg niður þá minnir mig að þú sért að fara yfir 1500 lítra. Það alveg flenni pláss í þessu. Það má eiginlega segja að þessi sæti séu sérstaklega eftirtektarverð vegna þess hve gott að sitja í þeim. Þau halda vel við. Það hægt að lengja hérna setuna undir hnésbæturnar og alveg sérlega gott að sitja í honum. Það sem öðruvísi við þennan bíl kannski heldur en hina ID-bílana að það komið stokkur hérna. Það það fyrsta sem ég fann þegar ég settist hérna inn að það þessi stokkur hérna. En þetta á örugglega eftir að venjast mjög fljótt. Hér erum við til dæmis með svona blátt þema og sauma hérna í mælaborðinu. Þetta mjúk. Hér nýr 15 tommu skjár með alls konar nýjungum. Þetta fína leiðsögukerfi í honum hérna sem bara virkar alveg ljómandi vel, sýnir hérna alveg eins og við viljum hafa þetta. Við getum breytt afstöðunni hérna með því að taka hérna, renna 2 fingrum hér eftir. Myndavélin í bílnum, hún mjög skýr og góð. Hún sýnir mjög vel fyrir aftan bílinn og það að stilla líka vélina þannig að hún sýnir framfyrir hann. Og svo erum við með þessa þrívíddarmynd hérna af þessum bíl sem sýnir okkur afstöðu bílsins til dæmis til gangstéttabrúnar eða eitthvað slíkt. Við förum í assist og þá sjáum við það að það mjög svipað uppbyggt og í hinum ID-bílunum að sjálfsögðu. Hérna erum við með akstursaðstoðarkerfin. Það í þessum bíl skínvæddur hraðastillir. Það svona árekstrarkerfi í honum. Það umferðaskiltalesari. Það svona kaffipásu hérna viðvörun. Ef þú ert orðinn þreyttur þá segir að það að stoppa. En það engir takkar hérna sem eru neitt að sýna sig hér. Þannig að við verðum að hérna treysta svolítið á þessa hérna snertitakka í mælaborðinu og til dæmis hérna útvarpið hérna með þessu snerti dæmi hérna. Ég get farið hérna í útvarpsstöðvarnar hérna, mjög auðvelt að finna það. Jæja, þá erum við sest inn í ID.7 hérna aftur í og það ekki annað að segja en það fer mjög vel hann hérna. Það alveg ágætis pláss hérna, mjög gott fótapláss, fæturnir fara vel undir stólinn hérna. Það með þess að blátt ljós undir stólnum. Nú, sætin halda bara fríðilega við hérna með að maður sitja hérna aftur í og það stuðningur við hnakkan hérna. Það eina sem að það slúttir hérna þakki á honum sem þýðir það að ég 1,90 tæpir og ég hérna næstu því með höfuðið hérna upp í. Þannig að þetta má ekki þrengra vera. Og ef ég færi mig hérna yfir í miðjuna
að þá sko, það er eitt alveg meira átt að vita að þú ert með fæturnar hérna, það er nóg pláss fyrir fæturnar hérna, það er engin stokkur að trufla stöðuna á fótunum hérna. Þannig að það er rosa gott að sitja hér þannig lagað í smá tíma, en það er alveg meiri háttar góð sæti í þessum bíl, eins og ég margoft sagt. Hér er síðan hægt að taka niður svona armhvílu og það er meira sagt að opna hérna alveg í gegn ef að það er verið að ferðast með skíði eða eitthvað slíkt hérna og eða hafa einhvern í skammakróknum hana. Meira áttar, 97 flottur bíl.